Bjarki, þú sjálfur byrjum á þér, þú var skrifað undir, var það einhvers tíma spurning? Nei, ég held nú ekki eftir hvernig síðasta tímabil gekk. Það svona kveikti aðeins í manni aftur. Ég er búinn að þykjast alltaf hætta í síðustu 4 ára eitthvað en ákvað að hætta því leikriti núna og bara vera með frá byrjun. Er þetta svona ógeðslega skemmtilegt? Já, þetta er gaman og þegar það gengur vel þá er ennþá skemmtilegra og ég held bara, já, ég held að þetta verið gott sumar hjá okkur. Bara 10. dagsins í dag, Elvar Árni kemur heim. Hefur það eitthvað að segja í þessu líka? Já, alveg helling. Við erum alltaf að spila saman upp alla yngri lokana og þetta svona gefur aðeins auka búst. Og já, bara frábært af hann. Ertu eitthvað búinn að liggja í honum með það? Já. Ég ætla ekki að neita því. Eitthvað síðustu ári eða bara í sumar eða? Já, við erum alltaf bestu vinir sko, þannig að Nei, ég held að maður vissi alveg að tímapunktur var kannski ekki kominn fyrir en núna, þannig að ég er alveg búinn að láta hann í friði sko. Hann er auðvitað, bæði reynslumikil og bara gæðamikil. Hversu stórt er þetta bara fyrir Völsung? Bara, ég held að þetta breyti bara öllu. Náttúrulega búinn að gera þetta í öll þessi ár í efstu deild og bara, ég held að hann lyfti öllu upp. Ég er bara viss um það. Það er að setja kröfu á hann að fylla upp í þessi mörk sem að Jakob skilur eftir sig? Ekki kannski í öll mörkin en ég held að hann gefur okkur líka annað sem að Jakob hafði ekki en já, ég held að það væri mjög ósanngjarnt að ætla að fylla alveg upp í það. Þetta er auðvitað, bara tilkynningin þetta, þjálfarinn, þú, Rafnar, Arnar og Elvar, þetta er auðvitað smá svona yfirlýsing á félaginu líka að alla sér hluti í lengjudildinni. Já, og var náttúrulega bara algjörlega nauðsynlegt að halda til þess Rafnari og Arnari sem eru búin að bera þetta lið upp í síðustu ár og ásamt fleirum. Þannig að það er bara mjög gott og náttúrulega ungir og allir Völsungar, allir Húsvíkingar. Þannig að það er bara mjög gaman og spennandi sumar framöndan. Takk fyrir þetta, Bjarki. Takk.